Ekkert bólar á nýju neyðarvistunarúrræði fyrir börn eftir brunan á Stuðlum í október í fyrra þar sem 17 ára piltur lést. Á meðan eru börn vistuð á lögreglustöðinni í Hafnarfirði. Og nú svo komið að okkar mati algjört neyðarástand. Leiðtogar stærstu Evrópuríkjanna koma saman á neyðarfundi í París á morgun. Þeir óttast að fá ekki sæti við borðið þegar samið verður frið í Úkraínu. Framkvæmdastjóri rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins segir sorglegt að ræstingafólk verði ítrekað fyrir brotum í starfi. Fólkið búi við verri heilsu og fjárhag en aðrar starfsstéttir. Ungmenni hafa í auknum mæli komið inn á Stuðla eftir neyslu á fölsuðum kvíðalyfjum. Forstöðumaður Stuðla segir áhrifin langt frá því að vera kvíðastillandi og að börnin séu lengi að jafna sig. Sjálfboðaliðar vinna að endurbótum á gömlu kirkjunni á Djúpavogi sem varð 130 ára í fyrra. Til greina kemur að breyta henni í fjölnota menningarhús. Gott kvöld. Dæmi að 13 til 14 ára börn hafi verið sett í fangaklefa á lögreglustöðinni í Hafnarfirði í allt að 2 sólarhringa. Umboðsmaður barna segir það óboðlegt. Engin önnur neyðarvistunarúrræði fyrir börn eru til. Neyðarvistun bráðaúrræði fyrir unglinga sem talið að stofni sjálfum sér eða öðrum í hættu. Neyðarvistun var á meðferðarheimilinu Stuðlum en þar hefur hún verið lokuð frá í október í fyrra eftir eldsvoða þar sem 17 ára piltur lést. Á meðan neyðarvistun á lögreglustöðinni á Flatarhrauni í Hafnarfirði. Við höfum heyrt af því að það hefur verið vistuð börn þarna 13-14 ára. Við höfum látið það í ljós við ráðuneyti og gerðum það um miðjan nóvember að við varum algjörlega mótfallin því að verið væri að vista börn í fangaklefum. Því á Flatarhrauni það gamla lögreglustöðin í Hafnarfirði og þetta eru fangaklefar og þeir eru algjörlega óboðlegir börnum. Þessar myndir voru teknar í desember og sýna aðstæður í fangageymslunni þar sem börn hafa verið vistuð í vetur en Barna- og fjölskyldustofa hafnaði beiðni fréttastofu að mynda klefan. Þetta bara flúorljós og það náttúrulega ekki uppbúin rúm heldur, þetta eru bara bekkir sem eru með einhverju plastínu á og það ekki gluggar á rýmunum. Þannig að við erum mjög mótfallin þessu. Til stóð að opna meðferðarheimili fyrir unglinga hér í Mosfellsbæ í nóvember í fyrra. Það átti að vera viðbót við Stuðla en ekkert varð af því. Í staðinn verða leigð pláss í Sérálmu á Vogi að minnstakosti út þetta ár. Það hefur verið áætlanir frá 2015 að byggja nýtt úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda. Og það úrræði ekkert ennþá komið á byggingastig. Þannig að þetta auðvitað bara vandi sem hefur hlaðist upp á löngum tíma raunverulega. Og nú svo komið að okkar mati algjört neyðarástand. Fólk sem starfar við ræstingar býr við verri heilsu og fjárhag en fólk í öðrum störfum og verður oftar fyrir réttindabrotum. Framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, segir mikil vonbrigði að heyra að ræstingafyrirtæki brjóti á starfsfólki sínu. Frásagnir sem þó rími við gögn sem fyrir liggja. 75% þeirra sem starfa við ræstingar eru konur og 78% eru innflytjendur. Rannsókn sem varða rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins lét gera fyrir 2 árum sýnir að ræstingarfólk stendur að mörgu leyti mun verri en fólk í öðrum störfum. Að þá sjáum við að það hærra hlutfall þeirra sem að búa við slæma fjárhagsstöðu, slæma andlega heilsu, slæma líkamlega heilsu og hafa orðið fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði. Þá algengar að fólk í ræstingum verði fyrir ítrekuðum réttindabrotum í starfi. En það eitthvað varðandi rekstur fyrirtækjana eða eitthvað slíkt sem gerir það að verkum að það meira þessi brot í þessari atvinnugrein heldur en í öðrum. Niðurstöðurnar voru kynntar verkalýðshreyfingunni og fyrirtækjum í ræstingum. Þetta vakti athygli og þetta hafði áhrif inn í síðustu kjarasamningsviðræður þar sem var ákveðið að lyfta þessum hópi upp að því að hann stendur illa. Síðustu daga hefur forsvarsfólk stéttarfélaga greint frá því að kjarasamningum sé ekki fylgt. Starfsfólk Daga og Hreint hafa leitað til Einingar Iðju og Akureyri vegna launalækkana og Efling segir ræstitækni brjóta gegn kjarasamningum.
Frásagnirnar ríma við niðurstöður rannsóknarinnar. Ég held kannski að segja að vonbrigði séu ekki, það bara ekki nógu stórt orð yfir það hvernig manni líður að heyra þessar frásagnir. Á sama tíma erum við með gögnu þetta sem styðja frásagnir fólksins sem þeir eru búin að tala við. En þetta var svo sannarlega ekki það sem ég átti von á eða bjóst við og mér finnst þetta virkilega sorglegt. Þjóðarleiðtogar í Evrópu koma saman á neyðarfundi í París á morgun. Þeir óttast að verða skildir út undan við friðarumleitanir í Úkraínu. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, boðaði til fundarins. Utanríkisráðherra Frakka segir að leiðtogum stærstu Evrópuríkja sé boðið, en gefur ekki nánari upp hverjir. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fer á fundinn þá fyrir hönd NB8-ríkjana, það Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana. Boðað var til fundarins eftir viðburðaríka öryggisráðstefnu í München, þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum sendu þau skýru skilaboð að samband Evrópu og Bandaríkjana væri að breytast, nú þegar Donald Trump hefur tekið við sem forseti. Að sinni yrði Evrópu ekki boðið sæti við samningaborðið þegar samið yrði frið í Úkraínu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom í dag til Jerúsalem í Ísrael, þaðan sem hann flýgur til Sádi-Arabíu á næstu dögum á fund rússneskra erindreka. Úkraínskum stjórnvöldum ekki boðið að taka þátt í fundunum, þótt friður í Úkraínu sé til umræðu. Oddur, þú segir að þessi öryggisráðstefna hafi verið viðburðarík og þú hefur fylgst með helgina. Hvað áttu við? Já, ég var bara við að samband Bandaríkjanna og Evrópu í grundvallaratriðum virðist hafa bara breyst í eiginlega bara beinni útsendingu á þessari ráðstefnu. Fyrst með þrumuræðu varaforseta Bandaríkjanna á föstudag og svo líka í gær með tölu Keith Kellogg, hann erindreki Bandaríkjanna gagnvart Úkraínu og Rússlandi. Og hann segir að Evrópa fái bara ekki sæti við samningaborðið við friðarumleitanir í Úkraínu af því að Evrópa hafi hreinlega bara ekkert upp á neitt að bjóða. Og það mjög blaut tuska í andlitið á leiðtogum í Evrópu og sama hvað utanríkisráðherra Frakka reynir að segja að þá þetta neyðarfundur sem Macron að halda og það mjög fréttnæmt. Forsætisráðherra Íslands, hún lítur svona kannski bjartsýnni augum á samband Evrópu og Bandaríkjanna og þróun þess. Hún lýsti því í samtali við okkur í gær og svo tala hún eiginlega á sömu nótum í München á öryggisráðstefnunni í dag. Við skulum heyra hvað hann að segja. Listen, you can have a relationship with an ally that changes over time. It doesn't always have to be the same thing. And we're pretending like this is a new thing. Discussions about security in Europe have been taking place for a long time. There is a trigger now. Can we agree this might be an uncomfortable setting, especially because the sovereignty of a country is involved? Yes. But that doesn't mean relations with the US have to be bad. They have to be strong. But on Ukraine, I completely agree. There needs to be a strong one message, as Zelensky said, from Europe, that Europe is standing with Ukraine. This is why Europe needs to be at the table to support Ukraine and in the aftermath of ceasefire. But obviously, Ukraine needs to be at the table. En hvers vegna eru þjóðarleiðtogar í Evrópu að halda neyðarfund? Væri ekki farsæl niðurstaða ef það tekst að semja frið í Úkraínu? Jú, þetta svona kannski vilja langflestir frið í Úkraínu en menn greinir á ákvaða forsendum það eiginlega að vera. Það eru margir sem að segja að efnahagur Rússlands sé að slíkum þrotum komin að Úkraínumenn þurfi nú bara þrauka í nokkra mánuði viðbót og þá verði allur vindur farin úr Rússum og Úkraína þar með komið með töluvert betri samningsstöðu við samningaborðið en þeir eru með núna, ef þú á að fara að ráðast í samningaviðræður núna. En Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður okkar, skoðaði þau mál betur og við skulum aðeins kynna okkur það. Það að verða komin 3 ár síðan Rússar réðust inn í Úkraínu og vísbendingar að stríðsbröltið sé farið að bíta. Og það er þetta mjög erfitt að reka heilt samfélag á svona stríðshagkerfi til minnstakosti til lengri tíma litið. Það verður aldrei sjálfbært. Árni var sendiherra Íslands í Moskvu í 3 ár. Hann fór þaðan þegar stjórnvöld ákveða að loka sendiráðinu sumarið 2023. Og allar tölur sem við sjáum með verðbólgu, vexti, gengi rúblunar, þetta eru mælikvarðar sem segja okkur að það gangi mjög erfiðlega í rússnesku efnahagslífi. Og það býtur að sjálfsögðu á almenning. Húsnæðisverð hátt og verð á matvöru sömuleiðis.
Ég meina verðbólgan er að mælast yfir eða kringum 20% og vextir líka og erlendar fjárfestingar hafa dottið mjög mikið niður þannig að það býtur líka á elítuna að einhverju marki. Það hefur líka áhrif að 100.000 séu sendir á vígvöllin. Þá er erfiðara að manna ýmis störf. Þetta sjáum við í tölum til dæmis úr flutningageiranum, úr bankageiranum, úr tölvugeiranum og fjarskiptageiranum. En eitt merkið hnignandi efnahag er mikil aukning á þjóðnýtingu fyrirtækja. Frá því að stríðið hófst að þá er þetta sennilega 200 fyrirtæki sem hafa verið tekin yfir á ríkinu af einkaaðilum. Mikið til eru þetta fyrirtæki sem eru í eigu Rússa sem eru búsettir á Vesturlöndum og eru taldir erlendir erindrekar og ekki æskilegir. En þetta á líka við stór innlend fyrirtæki, segir Árni. Nýlegt dæmi er næst stærsti flugvöllur Rússlands. Sem var nú bara þjóðnýttur fyrir mjög skömmu. Og þetta eru þetta merki að ríkið er að herða tökin líka á efnahags- og viðskiptalífinu. Talsvert hefur borið á að ungmenni koma á Stuðla eftir neyslu á hættulegum efnum sem seld eru sem kvíðalyf. Forstöðumaður Stuðla segir efnin langt frá því að vera kvíðasfyllandi, ungmennin verði ör og árásagjörn og lengi að ná sér eftir neyslu þeirra. Efnin eru seld undir þeim formerkjum að vera önnur lyf á borð við Xanax sem hefur kvíðastillandi og róandi áhrif. Þau eru kölluð skúlböströgg sem vísar í að þau eru gul og ílöng eins og bandarískir skólabílar. Varað hefur verið við þeim víða heim. Við höfum einhver árið verið við þetta á síðustu vikum og mánuðum. Það verið snúður allur gangur á því hvort þetta séu raunveruleg lyf eða einhvað sem engin veit í rauninni hvaðan hvort sé eitthvað pressað bara í heimahúsum eða einhverjum skrýtnum rannsóknastöðum. Efnin geta verið stórhættuleg og lamað öndunarfæri. Lögregla kom í síðustu viku að 2 ungum mönnum meðvitundarlausum eftir inntöku á efnunum og annar þeirra var í öndunarvél í nokkra daga. Þeir eru báðir á batavegi. Þá er 1 dauðsfall rakið til inntöku á efnunum. Úlfur segir áhrifin langt frá því að vera kvíðastillandi. Áhrifin hjá þessum börnum sem koma til okkar eru ekki eins og þau hafa verið á kvíðalyfjum. Þau eru svona aggressívari og eftirköst neyslunar eru lengi að fara úr þeim. Þau eru mjög eftir sig lengi. Eru það að sjá út í það miklu mæli að þetta er eitthvað sem þeir eru farin að hafa stórkostlegar áhyggjur? Það er erfitt að greina umfangið. Hópurinn sem kemur á Stuðla er tiltölulega lítill. En að við sjáum kannski 5, 6, 7 krakka, það er þó nokkuð mikið í okkar hópi. Þannig að þetta er klár aukning. Akureyrarbær vill að ríkið tryggi mögulegar skaðabætur vegna Blöndulínu verði hún lögð sem loftlína nærri íbúabyggð. Áætlað er að línan verði innan við 700 metra frá nýju hverfi á Akureyri. Það hefur frá upphafi verið krafa Akureyrarbæjar að Blöndulína fari í jörðu þá tæpa 2 kílómetra sem hún fer bæjarlandið. Landsnet telur það ekki tæknilega mögulegt eins og Með frekari styrkingu raforkukerfisins ætti að vera svigrúm fyrir jarðstreng síðar. Þangað til gert ráð fyrir loftlínu. Já, við höfum verið í ágæti samtali við Landsnet ýmsa lausnir á málinu og meðal annars þetta verið rætt. En við höfum ekki komist að neinu svona samkomulagi eða þeir gert okkur eitthvað tilboð sem eru ásættanleg fyrir okkur sem sveitarfélagi eða íbúana sem þarna búa næst línunni. Línan skipulagði næsta nágrenni við Giljahverfi og nýtt Móahverfi sem þarna í uppbyggingu. Línan færi 6 til 700 metra frá næstu íbúarhúsum. Mikil viðbrögð því við drögum að breytingum á aðalskipulagi bæjarins sem byggt voru í þeim tilgangi að sýna bæði jarðstreng og loftlínu. Húseigendur lýsa meðal annars áhyggjum að mögulegu verðfalli eigna og jafnvel heilsufarstjóni. Ég sé ekki fyrir mér að við getum sætt okkur við það hvorki sveitarstjórnin né íbúarnir að mögulega verði þeir fyrir einhverju tjóni án þess að það verði bætt. Þá muni sveitarfélagið aldrei samþykkja að bera kostnað af breytingum úr loftlínu í jarðstreng síðar. Ríkið verði því að tryggja fyrirfram mögulega skaðabætur bæði gagnvart bænum og íbúum. Ég tel að ef að það eru almannahagsmunir landsmanna að koma á þessari hringtengingu og það þurfa að gera sem fyrst, þá þurfi bæði Landsnet og ríkið að koma að málum við okkur
með einhverja lausnir sem að sveitarfélagið og íbúarnir sem búa næst línunni geta sett sig við. Spenna fer minnkandi á vinnumarkaði. Búast má við að atvinnuleysi aukist á næstu mánuðum og að erlendum starfsmönnum fækki. Þetta segir aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands. Atvinnuleysi hefur aukist síðustu mánuði og var 3,5% áramót. Hægst hefur á umsvifum í efnahagslífinu að því fram kemur í nýju riti Seðlabankans peningamál. Og við spáum því að það aukist áfram og verði að meðaltali 4,5% í ár en minnki síðan á seinni hluta spátímans. Þannig að við erum að sjá svona áfram ýmsar vísbendingar að spenna á vinnumarkaði sé að minnka. Einkaneysla mælist minni og merkja mátti samdrátt í landsframleiðslu í fyrra. Eftir mikinn uppgang að loknum heimsfaraldri virðist meira jafnvægi hafa náðst milli framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli. Það var náttúrulega mjög mikill innflutningur á vinnuafli á síðustu árum og það hefur líka hægt á því. Hluti af þessu vantilega einhver peningur er þá fer til heimalands þessa vinnuafl, en við skoðum það kannski ekki sérstaklega. Þétt taumhald peningastefnunefndar Seðlabankans undanfarið hafi skilað árangri og stuðlað að minni verðbólgu. En það hefur bara í rauninni verið í takt við okkar spár hvað var að þróun atvinnuleysi og búist við að atvinnuleysi aukist eitthvað heldur áfram á þessu ári. Austurríska lögreglan hefur gefið út handtökuskipun á hendur konu sem þóttist vera spákona og stal háum fjárhæðum. Grunur leikur á að skipulögð glæpasamtök séu á bakvið lygileg svikin. Gull, verðmætir skartgripir, dulspyggilegir munir og milljónir evra í reiðufé meðal þess sem austurríska lögreglan fann við húsleit í úthverfi Vínarborgar nýverið. Það þýfi sem lögregla telur að skipulagður glæpahópur hafi komist yfir með því að svíkja fórnarlömb sín á nær ótrúlegan hátt. Mariana, austurrískur ríkisborgari, sögð hafa talið einu fórnarlambið trúum að bölvun hvíldi á nánum ættingja, aðeins hún gæti komið í veg fyrir yfirvofandi dauðsfall viðkomandi með hreinsunar athöfn og fyrir athöfnina rukkaði hún 700.000 evrur. Mariana, eða spákonan Amela eins og hún kallaði sig, sleit svo öllum samskiptum við fórnarlambið en lét samverkakonu ljúga að því að hún lægi fyrir dauðanum eftir átökin við athöfnina. Mariana á flótta og hennar leitað víða. Miðað við magn þýfis sem fannst við húsleitina telur lögregla að skipulagða brotastarfsemi sé að ræða. Auf einen geheimen Raum, der nur durch einen speziellen Mechanismus geöffnet werden kann. In diesem geheimen Raum steht unter anderem ein ca. 1000 Kilogramm schwerer Tresor sowie eine Geldzählmaschine. Djúpavogsbúum leist ekki á blikuna þegar kom til tals að selja gömlu kirkjuna. Sjálfboðaliðar hafa komið saman helgar til að einangra kirkjuna svo þar geti orðið nýtt samkomuhús. Þetta gömul kirkja sem hefur verið afvígð og hefur svolítið verið til trafala og ekki verið nýtt. En margar minningar hjá íbúum Djúpavogs. Það kemur til tals að selja þessa kirkju. Og þá svona aðeins vaknaði bærinn svolítið við það vildu fæstir að það gert. Gamla kirkjan á Djúpavogi varð 130 ára í fyrra og friðuð. Hún þjónar ekki lengur sem guðshús og nú í eigu Múlaþings. Húsafriðunarsjóður hefur styrkt endurbætur á ytra byrði og talsvert hefur verið endurnýjað innanstokks líka, en mikið eftir. Gamlar aflagðar kirkjur hafa hlotið ýmis örlög gegnum tíðina, en bæjarbúar á Djúpavogi vilja finna gömlu kirkjunni sinni góðan tilgang. Og svona niðurstaðan sem ekki negld í stein bara fjölnota menningarhús, rithöfunda setur, eitthvað skapandi rými, salur sem hægt að leigja út, markaðir sem hægt að halda alls konar viðburðir. Þetta náttúrulega ekki margir fermetrar en við teljum geta nýtt og vel og það hafa verið haldið tónleikar og bíó og við teljum það líka mikinn möguleika. Hvað sem verður ljóst að taka þarf til hendinni og hollvinasamtök kirkjunar hafa staðið fyrir 2 vinnuhelgum eftir áramót og nú búið að einangra kirkjuna að innan. Og það var bara fullt hús þetta nú ekki margir fermetrar en það voru yfir 30 manns sem komið að klára einangra húsið og þá fyrir okkur geta orðið hlýtt Þetta var eiginlega bara alveg
dásamlegt, þetta sýndi svo vel hvaða stemming og andi gæti orðið í húsinu þegar það verður tilbúið. Og þá að veðri. Á morgun verður áfram austanátt eins og helgina, víðast 5-13 metrar en 13-20 syðst. Dálítil él suðaustan og austanlands en annars þurrt og bjart veður. Hiti verður á 5 stigum að deginum sunnan heiða en annars vægt frost. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Heimsmeistaramótinu í alpagreinum lauk í dag þegar keppt var í Svíi. Heimsmeistaramótið í skíðaskotfimi hins vegar í fullum gangi. Norðmaðurinn Jóhannes Tingnes Bø heldur áfram að skrá nafn sitt í sögubækurnar. Liverpool endurheimti 7 stiga forskot sitt í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Ekkert gengur enn hjá Manchester United. Leikið var í úrvalsdeildunum í handbolta og körfubolta hér heima helgina og fyrrum Íslandsmeistarar endurheimtu sæti sitt í efstu deild handboltans. Og Færeyingar fagna því að ný þjóðarhöll fyrir innanhúsíþróttir var vígð helgina. Þetta og margt fleira í íþróttum. Og öðrum kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekkert bólar á nýju neyðarvistunarúrræði fyrir börn eftir brunan á Stuðlum í október í fyrra þar sem 17 ára piltur lést. Á meðan eru börn vistuð á lögreglustöðinni í Hafnarfirði. Leiðtogar stærstu Evrópuríkjanna koma saman á neyðarfundi í París á morgun. Þeir óttast að fá ekki sæti við borðið þegar samið verður frið í Úkraínu. Framkvæmdastjóri rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins segir sorglegt að ræstingafólk verði ítrekað fyrir brotum í starfi. Fólkið búi við verri heilsu og fjárhag en aðrar starfsstéttir. Ungmenni hafi í auknum mæli komið inn á Stuðla eftir neyslu á fölsuðum kvíðalyfjum. Forstöðumaður Stuðla segir áhrifin langt frá því að vera kvíðastillandi og að börnin séu lengi að jafna sig. Sjálfboðaliðar vinna að endurbótum á gömlu kirkjunni á Djúpavogi sem varð 130 ára í fyrra. Til greina kemur að breyta henni í fjölnota menningarhús. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Og svo má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir@ruvaf.is. En þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Landinn, þáttur mannlífið í landinu. Landinn leitar uppi skemmtilegt fólk í bæjum og sveitum og skoðar áhugaverða staði landshorna á milli. Matarsaga Íslands. Ný þáttaröð mat og matarmenningu Íslendinga. Gísli Einarsson og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir fara með áhorfendur í rannsóknarleiðangur